taldi íslenski utanríkisráðherra hann auðvitað að gera eitthvað á Íslandi þó svo það skipti engu máli að öðru leyti en því að eyðilagði eitt fyrirtæki á Íslandi og rúmlega 30 manns mistu vinnuna. Hún lætur líta þannig út að hún sé eiginlega ómissandi á öllum fundum þar sem að leiðtogar Evrópusambandsins koma saman. Það er aldrei hægt að ná sambandi augliti til auglitis við starfsmenn utanríkisráðuneytisins og það er afskaplega auðvelt að senda tölvupóst og segja nei, þetta er ekki hægt. Það er náttúrulega að koma í ljósa margt sem að embætti sérstaks saksóknara gerði á þeim tíma þoldi ekki dagsins ljós eins og að hlera símtöl lögmanna og stjórnstæðinga þeirra og það var það að fresta blaðamannafundinum 1 dag af tæknilegum ástæðum vegna þess að embætti héraðssaksóknara hafði ekki náð að setja upp hlerunarbúnað þannig að það næðist að hlera alla þá aðila sem að fengju fréttir af því af blaðamannafundi slitastjórnarinnar að það ætti að höfða mála hendur þeim í New York. Er þetta ekki ólögmætt? Þetta er náttúrulega allt ólögmætt. Þegar ríkissaksóknari áttaði sig á því að það væri ekkert nema skítur á floti inn í embætti sérstaks saksóknara þegar kæmi að meðferð sakamála. Sá sem hefur velritað upp skýrslunar eftir hljóðupptöku hefur ekki ákveðið að láta neitt hverfa. Það er einhver sem að stjórnar rannsókninni sem að lætur það hverfa sem er óþægilegt fyrir samstarfsaðila innan réttarvörslunar. Sigurður G. Guðjónsson, verður velkomin til minn í spjallið. Já, þakka þér fyrir að bjóða mér. Ég er búin að ætla að fá þig lengi og þetta er búin að standa til í smá tíma. En það er nóg að tala og við förum betri í það eftir ótrúlegt mál. Nú er búin að frista reikninga þinnar lögmannsstofu og þú ert í kröppum dansi sem lögmaður. Já, ég er í kröppum dansi eins og ofta áður sem lögmaður en það er svo sem bara einn vörslureikningur af mörgum sem er fristur. Já. Og inn á honum er reyndar innstæðu sem tilheyrir líka öðrum skjólstæðingum mínum en í vélfægi. Þetta er svona gegnumstreymisreikningur þar sem að maður lætur leggja inn peninga sem var á ráðstafa jafnharðan í þegar ákveðnar greiðslur eins og átt að gera með launin fyrir starfsmenn vélfægs en þeir fengu ekki desemberlaunin sín og engin veit svo sem hvenær þeir fá þau en utanríkisráðherra var enga síður búin að segja að honum kæmi ekkert við þó að vélfag seldi eignir og hann gerði heldur engar athugasemdir við það að sölu andvirðið er lagt inn á vörslureikning á skrifstofu minni og ég myndi nota það fyrir til þess að greiða starfsmönnum sem eiga inni laun og það er líka eftir því sem eignarsölu yndi fram að þá yrði greita skuldir við Byrgja og allt var þetta líka háð því að Arion banki fengi greitt eins og hann á veð í megin þorra eigna félagsins sko en það eru meira virði heldur en veð hans sko. Já, við fyrst að við erum byrjaðar á þessu máli og kannski tökum við það bara fyrst, það er allt í lagi sko, verður til í að fyrir hlustendur okkar skýra aðeins fyrir þeim hvað þetta vélfagmál snýst svona frá bara frá byrjun og til dagsins í dag í svona yfirferð. Já, það er nú kannski erfitt að segja hvað máli snýst hana en það að Arion banki fann það upp að í júlímánuði að raunverulegur eigandi vélfags væri rússneskur útgerðarmaður eða útgerðaraðili Vítali Orlov sem ætti stórt útgerðarfyrirtæki Norrebo JSC og Evrópusambandi hefði þá nýlega sett það útgerðarfélag á þvingunarlista og Arion banki taldi að það yrði þá að frista bankareikninga vélfags á Íslandi til þess að þessi rússneski aðili gæti ekki komist yfir fjármuni vélfags sem hann gæti síðan látið ganga að einhverju leyti til rússneska yfirvalda til þess að kosta að einhverju leyti sem lítið að vera mjög litlu leyti stríðsrekstur Rússa í Úkraínu og atlögur þeirra að innviðum vestræta ríkja, sæstrengjum og fleiru, þar að segja þá ríka Evrópusambandsins og
Evrópska efnahagssvæðisins. Þetta mjög háflegar hugmyndir. Þetta mjög háflegar hugmyndir og sérstaklega horft til þess að velta vélfags í kringum 1 milljarður og það náttúrulega ljóst að það ekki mikið það ekki að greiða það allt út til Rússlands, heldur mögulega hægt að greiða hluthöfum arð og hann hefur ekki verið greiddur lengi, enda félagið bara í uppbyggingafasa og verja miklu fé í að þróa fiskvinnsluvélar sem eru reyndar mjög góðar, þar sem eru konar í framleiðslu, mjög eftirsóttar og eru seldar allan heim, en þannig að framtíð þessa félags var afskaplega björt. Já, og það náttúrulega, sem ég hef tekið eftir, að þetta sko rétt rúmlega 30 ára gamalt félag á Akureyri, sem að selur þessar hátækni vélar sem að eru notaðar í íslenskum sjávarútvegi í mjög miklu mæli og öllum fiskveiðiflotanum og svo framvegis. Og þetta félag verið selt fyrir einhverjum árum síðan til þessa Vítalís, en það sem hefur síðar gerst að það annar maður sem hefur keypt, að Vítalí hefur losað sig við þetta fyrirtæki áður en að þessar þvingunaraðgerðir þær voru yfirvofandi. Það ekki þessum? Jú, Vítalí Orlof gerði eins og margir aðrir rússneskir athafnamenn sem voru með viðskipti heim allan, þar meðal mikil innan Evrópusambandsins, að þegar að Rússar hófu atlöguna að Úkraínu og Evrópusambandið fór að beita Rússland þvingunaraðgerðum og rússneska aðila, bæði einstakling og lögaðila, þá skipti hann veldi sínu upp, ef svo má segja, og lét syni sínum, sem norskur ríkisborgari, í Evrópustarfsemina, þar á meðal þá hluti sem að hann átti í gegnum Norrebó í vélfægi, þannig að vélfag varð hlutur í vélfægi eign Titania Trading sem að þessi rússneski athafnamaður á ekkert í. Já. Og þessi aðferðafræði rússneskra athafnamanna, hún hefur ekki sætt sérstaklega gagnrýni innan Evrópusambandsins eða í Bretlandi eða á heimsvísu, vegna þess að mönnum jú almennt frjálst að ráðstafa eignum sínum án þess að stjórnvöld hafi þar mikið að segja, og það ekki hægt að setja eða beita þvingunaraðgerðir nema þeim þá sem að hafa bein tengsl þá við rússneska hagsmuni, sem að sonur Vítalí, Nikita Orlov, hefur ekki, það að segja að þeir bara skildu að skipta feðgarnir og sonurinn fór með ákveðna starfsemi út úr þessari þessu rússneska fjölskyldu fyrirtæki, ef svo má segja. Og ekki bara það, heldur þessi Nikita selt áfram til viðskiptafélaga síns sem evrópskur, Liechtenstein maður. Já, með tvöfaldi ríkisfang, þannig að hann nú bæði ætti að njóta verndar innan EFTA og eins líka ætti hann að njóta frelsis og réttinda og skyldna innan Evrópska efnahagssvæðisins. Honum á að vera frjálst að fjárfesta á Íslandi, sko. Já, það svolítið kaldansett. Hann með tvöfaldi ríkisfang, sko, í Sviss annars vegar og Liechtenstein hins vegar. Já. Svo Nikita norskur ríkisborgari og vélfæðir íslenskt félag, þannig að þetta við erum að tala EFTA löndin öll. Já. Og þetta allt klosslæst. Þetta allt klosslæst af hálfu Arion banka, með sem og svo læsing fór fram undir handleiðslu utanríkisráðherra, sem að ég hef nú grunað að hafi nú svona vera með svona sýndarmennsku tilburði til þess að geta sagt þegar hún mætir í Brussel, já, við erum líka búin að frista eignir, vegna þess að Norðmenn urðu að gera ákveðnar ráðstafanir varðandi fiskveiðar Norrebó í Barentshafi og London í norskum höfnum, sko, sem að fóru mjög mikið í taugarnar á Evrópusambandinu, og þegar það var gert í byrjun júlí, að þá taldi íslenski utanríkisráðherra hann auðvitað að gera eitthvað á Íslandi, þó svo að skipti engu máli að öðru leyti en því að eyðilagði eitt fyrirtæki á Íslandi og rúmlega 30 manns mistu vinnuna. Og þetta utanríkisráðherra Íslands alveg sama ef að þetta lítur vel út á pappirum út í Brussel. Já, það alveg, þessi tilfinning mjög
rík í okkur sem fylgjast með fjölmiðlum að það sé svona mikill vilji utanríkisráðherra sérstaklega til þess að einmitt svona spila sig svona þennan mikla verðu að bandamann innan Evrópu og á því stóra sviði. Já, það ég meina hún lætur líta þannig út að hún sé eiginlega ómissandi á öllum fundum þar sem að leiðtogar Evrópusambandsins koma saman og svo Íslandi eigi enga aðild að Evrópusambandinu og síðan þetta fjarum þessar slæmu fréttir þegar að Evrópusambandi þegar að setja tolla á íslenska framleiðsluvörur og þá áttar að segja á því tíma minnstakosti að Evrópusambandi ekki jafn gott og hún hélt og þykir ekki jafn væntun Ísland eins og hún hélt. En nú er hann eitthvað að viðra sig upp í það aftur vegna þess að það kom einhver skoðanakönnun sem sýndi að einhver 53% þjóðarinnar eru hlynnti að það verði haldið áfram að skoða hvort að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið og hvort þessi þjóðaratkvæðagreiðsla á að fara fram eða ekki og hún fer uglust fram fyrir en síðar og þá kemur í ljós bara hverju vilji þjóðarinnar sko. Ég hef meitt sko velt fyrir mér af því að ég hef fylgt þessu máli svolítið og við höfum skrifað þetta á nútímanu líka og að mér finnst alveg vanta í þetta allt svona meðalhóf af því að, veistu við segjum, þannig erum við íslenskt fyrirtæki. Vissulega það búið að skipta eigendur skömmu fyrir efnahagsþvinganir Evrópusambandsins og allt það, en maður hefði haldið að þá segir fólk bara, heyrðu, ok, gott og vel, þetta búið að skipta eigendur og við ætlum ekki vera að djöflast í einhverju fyrirtæki að óþörfu þegar ég velti fyrir mér sko að því að þið eru ráðnir þín lögmannsstofa til þess að fara með hagsmuni vélfags snemma í ferlinu. Hvernig náðist ekki í raun og veru að varna þessari atlugu að félaginu? Hvað klikkar þar? Kannski vegna þess að það er aldrei hægt að ná sambandi augliti til auglitis við starfsmenn utanríkisráðuneytisins. Það verður alltaf að fara í gegnum tölvupósta og það er afskaplega auðvelt að senda tölvupóst og segja nei, þetta er ekki hægt. Það er alltaf verra ef þú situr auglitis við mann og þarf það að rökstyðja neyið á staðnum. Já. Það er nú þannig að sko það hefur alveg legið fyrir frá upphafi að vélfag bauð það að engir hluthafar í félaginu fengi neitt út úr félaginu meðan að Norribó væri á þvingunarlista Evrópusambandsins. Þetta gat utanríkisráðuneyti ekki fallist á þó svo að það gerði kröfu það að inn í samþykktum vélfags yrði ákvæði sem að bannaði ráðstöfun hluta Titania Trading sem stæðst til hlutafinn í vélfagi að það veri bannað að ráðstafa þeim hlutum meðan að þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins stæðu yfir gagnvart Norribó. Þetta er auðvitað svona dæmi það að það er lítið gefið fyrir meðalhófsregluna í utanríkisráðuneytinu allavega í þessu máli en hún er þó allavega grunnregla í íslenskri stjórnsýslu. Og það á aldrei að taka þá aðra ákvörðun en þá sem að hægt er að nema þá sem er svona hefur svona skaða minnst fyrir þann sem að þarf að þola neikvæða stjórnvaldsákvörðun. Og eins og þú segir, ég meina fyrirtækið það er svona bara faktist komið í rúst. Því verður sennilega ekki bjargað úr þessu. Fyrirtækið er komið í rúst, því verður ekki bjargað úr því sem komið er. Það er að segja að það er búið að binda endi á alla starfsemi þess og nú þurfa hluthafar bara að koma til leiðar að starfsmenn og íslenskir birgjar og Arion banki fái það greitt sem að þeir eiga að fá greitt og þá stendur bara eftir félag með kennitölu einhverjar kannski örlitlar eignir og kannski einhverja peninga í sjóði sem að virðist þurfa að nota til þess að gæta hagsmuna gagnvart íslenska stjórnvöldum og hugsanlega að hafa upp í skaðabótakröfur og hendur íslenska ríkinu og bönkunum ef að svo ber undir einhver tíman í náinni framtíð. En hvernig það getur nú alltaf verið endir á þessu að því að við erum að tala um
félag sem gríðarlega verðmætt. Þetta ekki jafn stórt og Marel kannski, en þetta eitt af svona verðmætustu félögum í íslensku sjávarútvegi og þegar það lagt í rúst og þú segir, rúmlega 30 mann sem þessa vinnuna og svona það það bara samkvæmt stjórnvöldum bara ásættanlegt að þetta hafi farið svo og hvernig sjáu þið þetta? Allavega hefur Alþingi ekkert gert til þess að skýra minnstakosti réttarstöðu fyrirtækja sem sæta þvingunum þá eins og Velfags. Þetta mál hefur varla verið rætt þar og utanríkisráðherra hefur ekki verið spurður neitt ítarlega út í þessa stöðu. Nú, það er þetta erfitt fyrir félag sem að búið að stöðva starfsemi hjá að gera neitt annað heldur en að draga úr öllum kostnaði og reyna að komast hjá gjaldþroti til þess að geta á síðari stigum beint spjótum sínum að þeim sem að settu félagið í þann vanda. Já, félagið þarf að vera lifandi til að geta sótt rétt sinn. Já. Þannig að kannski einhvern tíman í náinni framtíða þá verður möguleiki að sækja rétt félagsins á hendur Íslenska ríkinu og eða þessum 2 bönkum sem hafa staðið að því með utanríkisráðherra eyðileggja það. Er það ekki ljóst í þínum huga sem svona lögmanns að það bara prinsippmál að sækja það? Já, það sko í þvingunarlögunum þá er ákvæði sem að gera það verkum að við vissar aðstæður þá getur sá sem beitir þvingunaraðgerðum verið þarf hann ekki að bera ábyrgð á gerðum sínum vegna þess að hann hafi verið í góðri trú en til dæmis varðandi og það getur vel verið að það hafi verið í upphafi hjá Arion banka en ég held að það sé löngu ljóst að það getur enginn verið í góðri trú að skilyrði til beitingu þvingunaraðgerða og frystingu fjármuna Velfags eru löngu liðin undir lok, það er búið að leggja fram öll þau gögn sem hægt að leggja fram með það sem sýna að ekkert af fjármunum Velfags gat á nokkur nátt endaði í höndum rússneskra hernaðarmaskínu sem að ógnaði friði í Evrópu. Og svo jafnvel núna bara allra síðustu dögum að þá þegar að Velfag selur eignir til þess að geta greitt starfsmönnum þau laun sem þeir eiga inni til þess að reyna að skilja við þetta með svona heilnæmustum hætti og svo má segja að þeir selja eignir, það lagt inn á vörslureikning lögmannsfélagsins sem þú og þá það líka frist þannig að þið geti ekki greitt einu svona þessi laun þarna meðalhófið víðsfjarri. Já og líka það sem nú svo merkilegt við þessa ráðstöfun það að þessa frystingu það að áður en var farið í eignasölu og vegna þess hvernig utanríkisráðherra hafi hagað sér fram til 10. nóvember í samskiptum við félagið og það sem var það alltaf þannig að ef við ætlar að selja einhverja varahluti í fiskvinnsluvél sem var í vinslu hjá Brimi eða síldarvinnslunni þá var urðu starfsmenn utanríkisráðherra að fara yfir reikningin áður en hann fengist greiddur til samþykktar. Vegna þess að vegna þess að við höfum upplifað þetta að þá var talið rétt að kynna það fyrir utanríkisráðherra og óska þá eftir undanþágu frá honum til eignasölu og ráðstöfun andvirðisins inn á vörslureikning hjá mér. Nú svar barst frá utanríkisráðherra í þá veru að hann hefði enga heimild til þess að veita undanþágu vegna eignasölu þar sem að aðeins peningar á bankareikningum félagsins væru frystir en ekki eignir þess að öðru leyti og engar athugasemdir komu við það að hvert söluverðið rynni. Já, hann hafði enga heimild til þess að hamla þessari eignasölu. Nei. Hann og gæti ekki veitt hennar undanþágur að eigin sögn og síðan þetta bara gert og
næst nú að borga sko eftirstöðu launa fyrir nóvember, þeir átt að greiða launin fyrir desember, að þá komst Landsbankinn að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að frysta féð á vörslureikningi hjá mér og utanríkisráðuneyti fékk vitneskju um það og hefur nú örugglega haft vitneskju um það alveg frá upphafi að hvernig peningarnir fóru á milli aðila og ráðuneytið hefur ekki getað gefið neina heimild til þess að nota pening á þessum frysta reikningi til þess að borga desemberlaunin. Þannig að þetta bara orðin svona ein hringa vitleysa, það er alveg sama hvað þú gerir, að þú mátt alltaf lenda í því að stjórnvaldið, utanríkisráðherra og einhver banki sem að hefur með málefni vélfags að gera eða sem félagið á í viðskiptum við, eins og hafði átt í viðskiptum bæði við Landsbankinn og Arion-banka, þeir muni gera allt í þess að frysta fjármuni, þannig að það sé alveg ljóst að félagið verði drepið. Það er eiginlega markmiðið. Hefur þú sem lögmaður lent í viðlíka áður að þessu frystir? Nei, þetta er náttúrulega bara fyrsta tilvikið í sögu Íslands frá því að það voru sett ýmis konar lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og eins núna þessu að koma í veg fyrir að fé frá íslenskum aðilum kæmist í vörslur og til notkunar hjá aðilum sem að væru með einhvers konar þvingunar aðgerðir, hvað sem væri frá Evrópusambandinu eða einhverjum alþjóðlegum stofnunum. Þannig að þetta er bara fáheyrt dæmi. Þetta er algjörlega fáheyrt dæmi og ég held að hvergi, ég hef allavega ekki fundið neinn dæmi þess í Evrópu dómstólum ríka Evrópusambandsins að fjármunir félags sem er ekki í neinum viðskiptum við Rússland séu frystir og ekki að gera neina reikninga eða ekki neinu samningssambandi við Rússland séu frystir þess að koma í veg fyrir að það endi hjá aðila sem á engan rétt á að fá þá. Nei. Og það er eiginlega eina sem að mann dættir í huga að getur skýrt þetta er þessi ríki vilji utanríkisráðherra til þess að vera stór spilari eða mikil verður bandamaður eins og sagt er. Þetta er bara, þetta getur eiginlega ekki skýrst af neinum öðrum hætti. Ja, þetta er aðeins hégómi utanríkisráðherrann sem er ræður för, ekkert annað og hún er merkilegt að sjá myndir af henni í fréttum sjónvarpsins í gærkvöldi sem var að taka á móti utanríkisráðherra Þýskalands og hafiði barmmerki íslenska fánans og þýska í jakkanum. Já. Það var ekki að sjá að utanríkisráðherra Þýskalands væri með álíka barmmerki en þetta er svona merkilegt í ljósi sögunar að Ísland sé að búa til sérstök og rík tengsl við Þýskaland sem er nú þekkt af aðgerðum og stríðsreksti fyrir ekki nema bara 80 árum gegn öðrum þjóðum Evrópu og En sko, ég man eftir líka að þessi meirihluta eigandi, Ivan Kaufmann, Liechtenstein maðurinn, hann er búin að vera á Íslandi mikið, hann var í haust að bjóða fjölmiðlum að tala við sig og hitti fjölmiðlamenn þar sem vildu við hann tala og á sama tíma bjóða utanríkisráðuneytinu og bankanum og öllum bara, ég skal koma á ykkar fund og þið megið krifja mig bara á borðinu og ég svara öllum ykkar spurningum en utanríkisráðuneytinu vildi aldrei hitta hann. Það var mjög ábyrjandi. Utanríkisráðuneytinu hefur ekki viljað hitta hann eða mig og aðra lögmenn sem hafa verið að vinna fyrir vélfag og við erum bara að vinna að þeirri lausn vorum bara að vinna þeirri lausn að geta tryggt áframhaldi starfsemi félagsins, við vorum ekki að biðja neitt annað en það er einhver regla hjá utanríkisráðuneytinu að þar má ekki tala augliti til auglitis við nokkurn mann heldur verður bara að vera svarað með tölvupóstum
þess að ég sagði áðan að það mjög þægilegt að segja nei í tölvupósti. Já. En það almennt svoleiðis að hitta fólk ekki til auðlitis eða bara í þessu máli? Að segja þér, ég hef ekki svo mikið reglum, ég hef ekki átt við þetta ráðuneyti oft áður en mér skilst að það séu strangar reglur samskiptahætti við utanríkisráðuneytið, svona eftir því sem kemst næst í viðtölum við menn sem til þekkja. Ég bara næ ekki sko, því að eins og ég segi bara með sögu þessa félags og hversu verðmætt það sko, það hef ekki verið einhver svona vilji til þess að kanna hvaða leiðir þetta fara til þess að bjarga félaginu og svona það er bara einhvern veginn algjörlega stál í stál. Ég skil það ekki. Nei, það er vefst líka fyrir mér að skilja þessa hörðu afstöðu og þessa hörðu aðgerðir utanríkisráðuneytisins og bankana gagnvart félaginu verða þess að það þurfti ekkert að setja félagi í þrot. Í raun og veru sko af þessu öllu saman að draga þá ályktun að það sést held í einhvers staðar að þau hafa beinlínis hann Ívan Kaufmann grunaðan að vera einhvers konar framleikingu af skuggaflota Rússlands. Með öðrum orðum að hann sé bara útsendari sko rússnesku leyniþjónustunnar. Það er þannig í raun og veru sem að hann er málaður upp á þeim. Já, ég held að það hefði nú aldrei verið sko neitt vafi það að Ívan Kaufmann, hann hefur aldrei dregið dul á það, hann þekkir ágætlega til Nikita Orlov og þeirra Orlov-feðga, en hann er ekki geislavirkur vegna þess að þú þekkir eitthvað, það eru til líka myndir af núverandi utanríkisráðherra verandi sjávarútvegsráðherra með rússneskum útgerðarmönnum í Pétursborg og kannski var það nú henni að þakka að Rússar horfðu mikið til Íslands og fjárfesting á Íslandi eftir árið 2016, það er að segja hún fór og kynnti mjög opnun fyrirtækja sem að íslenska fyrirtækja í Rússlandi og þegar þessi iðnaður svona fór í þann dans allan sem þótti mjög fínt á þeim tíma. Þótti mjög fínt og skapaði mikla gjaldeyristekjur fyrir Ísland og í rússneskum sjávarútvegi er bara hellingur af vörum og tækni sem er hannaður hérna á Íslandi og einhvern veginn ætla menn bara að láta það allt fara og hverfa vegna þess að það er einhver svona ótti við það að allt rússneskt, öll samskipti við rússnesk fyrirtæki séu af nú vonda og það er eins og allur rússneskur iðnaður fyrirtæki séu eingöngu bara keyrið áfram til þess að fóðra stríðsmaskínu Pútíns. Og allt verður þetta nú líka absúrt þegar að horft til þess að Norðmenn, þeir eru nýbúin að semja við Rússa fiskveiðina í Barentshafi og Færeyingar eru nýbúin að semja við Rússa fiskveiðar í sinni lögsögu. Þetta er nú bara rétt hjá okkur og íslensk skip er að deila Barentshafinu með Rússum. Það eru bara nýlegir samningar þar Það eru samningar sem voru gerðir fyrir áramót. Vísu er sko í samningi Færeyinga við Rússa, þá er Norribó útilokað frá fiskveiðum í færeyskri lögsögu og ekkert vandamál við það, ég menna það er bara þeirra mál, en Færeyingar eiga bara í stórum viðskiptum við Rússa sem að Íslendingar bara mistu vegna þess að íslensk stjórnvöld hafa verið sko svona trúari heldur en páfinn sko, eða heilari heldur en páfinn, það er að segja bara ef eitthvað er sagt í Evrópu eða í Brussel að þá er það tekið bókstaflega á Íslandi og framfylgt á þessu að hugsa afleiðingarnir. Og mér er líka loka sendir á því Íslands í Moskvu sem að er bara eitthvað sem ekkert annað þjóðríki hefur gert. En ég tek eftir einu sem mér langar að fá þitt álita á sko, mér finnst svolítið svona eins og bara sem fjölmiðlamaður og blaðamaður þá sé ég þetta mál og það sem ég fæ strax á tilfinninguna er að því að við erum náttúrulega blaðamenn erum við öðrum þræði bara að veita stjórnvöldum aðhald og það er gagnrýnir á aðgerðir stjórnvalda sérstaklega þegar það virðist vera sem að bara stöndugt og gott heilbrigt íslenskt fyrirtæki er að verða undir hamrinum, eins og má segja en mér fannst eins og aðrir fjölmiðlar og RÚV sem að fjallaði mest þetta mál hafi ekki verið sniðvill á svona
gaggrínum þræði á, veitu, hvað eru þið stjórnvöld að gera hérna, skilur, hvað er þetta virkilega réttland, heldur það hafi allt verið svona einhvern veginn bara eins og það hafi verið málarekstur fyrir hönd utanríkisráðuneytisins fluttur af ríkisútvarpinu. Já, ég menn það þetta virkar þannig á mig líka vegna þess að ráðherrann hefur fengið svona að komast upp með að þurfi ekki að svara spurningum í ríkismiðlinum sem að nú helst verið notaður til þess að halda áróðri gegn vélfægi í gangi og áróðri gegn Ívan Kaufmann. Ég menn að það er verið harður áróður gegn honum af hálfu utanríkisráðuneytisins sem að hérna Það verið étin bara ráðherrann hefur aldrei verið spurður af því í ríkis sjónvarpinu sem hefur verið hans miðill. Hvers vegna í ósköpunar það eru íslensk stjórnvöld að með vélfæg, með fristareikninga vélfægs í þá til þess að koma í vekk fyrir að rússar fái peninga frá þessu félagi. Eða biðnum að sína fram á hvernig rússar eiga að fá þennan pening. Hvað ég að gera og hversu háar fjárhæðir þá hér að tefla sko. Það hefur aldrei verið spurt. Enda þegar að við vorum búin að flytja dómsmáli gegn ríkinu í nóvember að þá birtist allt í einu sko langt viðtal við ráðherrann í fréttum ríkissjónvarpsins þar sem að hún var svona að lýsa því sem þeir farið fram í dómsalnum, enda var hún með held ég einhverja 3 fulltrúa til þess að hlusta á málflutningin og fá upplýsingar það hvað hefur verið sagt og gert í málflutningnum. Og þessu endurvarpaði hún að einhverju leyti í fréttum ríkisútvarpsins og hefur síðan talið að dómur héraðsdóms sé einhver staðfesting þess að stjórnsýsla hennar hafi verið alveg upp á 10. Stjórnsýsla sem hún segist eins og enga ábyrgð bera á. Þannig að þetta allt sem kemur frá utanríkisráðuneytinu og utanríkisráður í þessu máli, það rekst alltaf á. Það eitthvað fullyrt og svo eitthvað annað gert. Já, veit. En það er alveg ljóst að þessu máli ekki lokið. Nei, því ekki lokið. Það þarf ég líka að fá vörslureikninga skrifstofu minnar opnaða sko. Já, einmitt, fyrir utan það. En annar mál sem að mig langar til þess að fá svona þitt álit á og þetta tengist náttúrulega bankahrunsmálunum sem að margir telja bara svona water under the bridge og ekkert að vera að rifja upp en það jú samt þannig að það hafa nú komið fram bara nokkrir aðilar á undanförnum misserum sem að hafa lýst og fengið raun og verið staðfest sko að þeir hafi verið beittir óvinnu miklu harræði og ekki fengið réttláta málsmeðferð. Það var nú eitt sýknaður eftir dúk og disk, Steinþór Gunnarsson. Ég tók viðtöl við Þorvald Lúðvík líka sem að hafði svipaðu sögu að segja og svona fjölmargar svona sögur. En síðan til að svona, varpa enn betur ljós á að þetta hafi nú kannski ekki allt verið með feldu eins og sagt þá hefur komið upp úr krafsinu að fyrrverandi starfsmenn sérstaks saksóknara hafa greint frá því að hvað ég segja, starfshættir hafi verið bara með ólöglegir einhverju leyti og óhefbundnir. Má eiginlega bara segja að maður upplifði að það hafi verið svolítið mikið fúsk bara einhvern veginn, embættið hafi verið sett saman með miklu hraði, sérstakur saksóknari og það hafi verið bæði reynsluleysi og svo mikil pressa á að búa til einhvern árangur. En það sem að stingur mig sérstaklega og ég er búin að fjalla ég er búin að taka viðtöl við Jón Óttar Ólafsson, annan þeirra sem að vera svo kallar PPP aðilar. Og þar, hann var kærður ásamt félaga sínum árið 2012 fyrir meintan trúnaðarbrest eða leka á gögnum til skiptastjóra og síðan var það mál bara fellt niður einhverju vegna, maður fekk ekki almennilegt veður af því hvers vegna það var á þeim tíma. En hann hefur núna komið fram og hefur alltaf ítrekkað á þessum árum síðan þá bent á að hann hafi sagt frá þegar hann var í yfirheyslum árið 2012 að nei, þetta var ekki bara ég og Guðmundur, þetta var almenn viðtekin venja og það var mikið samstarf
sérstaks saksóknara með slitastjórnum og skiptastjórum sem ólögmætt og daginn þá var hann í viðtali hjá mér og við spiluðum upptökur úr yfirheyrslunum þar sem hann var augljóslega að útlista þetta fyrir Sigríði Friðjónsdóttur ríkissaksóknara árið 2012. Það sem athyglisvert að skýrslurnar sem eru skrifaður upp úr þessum yfirherslum, þær skauta yfir eða þær draga út, redakta eða sem sagt þurrka út það sem þeir segja þetta samstarf slitastjórna og sérstaks saksóknara og minnast ekkert á það í raun og veru, þannig að það er í raun og veru þessi sakarefni sem að þeir eru sakaður þau fuðra bara upp eða hverfa þegar að ríkissaksóknara virðist vera ljóst að það er ekki bara þeir sem að stóðu í þessu heldur allt embættið. Hefur séð þetta? Ég sko hlustaði á þáttinn þar sem hún varst að ræða við Jón Óttar. Já. Og auðvitað hef ég vissi af þessari starfsemi Jóns Óttars og Guðmundar Heitins þegar maður var að verja bankamenn þarna skömmu eftir hrun. Já, og reyndar miklu meira en skömmu eftir hrun sem þetta stóð alveg fram til ársins 2019 þegar held ég síðasta mál Sigurjóns kláraðist, Sigurjóns Árnason. Já, alveg. Þú varst verjandi hans. Var lögmaður hans og verjandi og það náttúrulega koma í ljósa margt sem að embætti sérstaks saksóknara gerði á þeim tíma þoldi ekki dagsins ljós eins og að hlera símtöl lögmanna og stjórnstæðinga þeirra og þeir fengu bara aðeins bátt fyrir. Okkur hafði hins vegar líka alltaf grunað því að hún vinna fyrir aðra sakborninga sem að aldrei voru ákærðir eins og Pálma Haraldsson í Iceland Express og Fons. Hann var aldrei ákærður. En það liggur hins vegar fyrir og nú komið í ljós það sem að okkur grunaði samkvæmt frásögn Jóns Óttars að þegar að slitastjórnin lagði til atlögu gagnvart Pálma, Jóni Ásgeiri, Ingibjörgu Pálmadóttur og fleirum þá var það gert í samstarfi og samráði við sérstakan saksóknara sem ekki hafði þá nein mál til rannsóknar á hendur þessum aðilum. Já, slitastjórnin höfðaði máls gegn þessum aðilum í New York. Já. Og hélt blaðamannafund á Íslandi. Já. Og það var það að fresta blaðamannafundinum 1 dag af tæknilegum ástæðum vegna þess að embætti héraðssaksóknara hafði ekki náð að setja upp, sérstaks saksóknara hafði ekki náð að setja upp hlerunarbúnað þannig að það næðist að hlera alla þá aðila sem að fengju fréttir af því af blaðamannafundi slitastjórnarinnar að það ætti að höfða mála hendur þeim í New York. Wow. Þessi málsögðun og allur þessi málarekstur slitastjórnar Glitnis sem að fór fram með fulltingi sérstaks saksóknara hann leiddi til alveg stórfellds tjóns fyrir þá aðila sem að hann máttu þola og það var gengið svo hart fram í því að því við vorum að tala frystingu bankareikninga að allir bankareikningar Pálma Haraldssonar í erlendum bönkum sem að var alveg vitað þeir voru frystir eins og í Luxemburg og hann var settur á lista yfir hættulega viðskiptamenn af hálfu slitastjórnarinnar. Maður sem síðar var aldrei ákærður. Maður sem aldrei var ákærður og maður sem er ennþá að fullu í íslensku atvinnulífi en hann þurfti að verja sko ég held eitthvað á 300 milljónum í að verjast slitastjórninni með fokdýrum lögmönnum í New York, lögmönnum í Luxemburg, bara til þess að fá tilbaka til þessi Luxemburg, bara til þess að fá losaða peninga sem hann átti þar. Þannig að og þar voru svo kannski stjórnvöld sem áttuðu sig á því að
það þyrfti eitthvað aðeins meira til heldur en bara fullyrðingar slitastjórnarinnar á Íslandi til þess að setja menn út af sakramentinu og loka fyrir þeirra að aðgang þeirra að fjármunum í bönkum. Þannig að það allavega tóka ekki nema nokkra daga að fá þá hreint að féð væri laust til notkunar. Leið mér að fá þetta hreint þetta, sko, og þetta það sem Jón Óttar segði mér, að það raun og verið þannig að Slitastjórn Glitnis, sem bara einkaaðili, auðvitað, tekur saman gögn, sem sagt að finna einhverja til þess að borga fyrir þetta, raun og veru, tekur saman mál sem ætlar að höfða í New York, og hún lætur hringir í héraðssaksóknara, eða sérstakar saksóknara, segir við erum að fara að höfða mál í New York, og þá segja þeir sem eru að starfandi þar, heyrðu, getið beðið aðeins með þetta, við ætlum að koma hlerunar búnaði fyrir, þannig að við getum fylgst með, og eins og Jón Óttar sagði, þá krafan þessa hlerun, hún bara teiknuð upp á nokkrum mínútum byggð á þessum gögnum frá Slitastjórn Glitnis, án einhverjar sérstakara lögreglu rannsóknar. Og það mjög vafasamt eða ólöglegt, raun og veru. Og svo farið í þessar hleranir, sko, í kjölfarið sem eru þá tæpast lögmætar heldur, að þarna embættið að byggja þessar kröfur sínar á bara vinnu einkaaðila út í bæ. Já, en kannski slitastjórnir kannski að slitastjórnir og skilanefndir bankana voru kannski ekki alveg svona einkaaðilar, en að þarna áttunum svona gilda að einhverju leyti reglur gjaldþrotaréttarins að þetta veri opinberi sýslunarmenn og þeir eru til að vinna að hagsmunum kröfuhafa, en á einhverjum tímapunkti virka þetta orðið bara sem einhvers konar fyrirtæki þar sem að menn gátu skammta sjálfur sér laun og völd, og það var gert ríkulega í Slitastjórn Glitnis sem að þar fengu menn einhverja alveg ótrúlega lögreglukompleksa, réðu njósnað fyrirtæki Kroll til að reyna að hafa upp á skít á hendur öllum sem höfðu í raun komið að Glitni banka, og menn voru hér yfirherðir í Sóldúni af þessum Krollmönnum, án þess að það veri ljóst sko hvaða reglur giltu þessar yfirherslur. Og þegar það var búið að safna hellingagögnum og þá ráðist í ræðst slitastjórnin í aðgerðir gegn tilteknu fólki, eins og ég nefndi hér áðan. Og til þess að gera og kemur gögnum það til sérstaks saksóknara sem að finnst hann hafa þarna fengið bara gull, en hann hefur ekki hafið neina rannsókn á málunum, en engu að síður hægt að biðja að setja saman beiðnir sem að eru lagðar fyrir dómstóla það að megi hlera helling af símanúmerum, og það látið líta svo út að það sé hafi einhver mál verið til rannsóknar hjá sérstökum varðandi þetta. Er þetta ekki ólögmætt? Þetta náttúrulega allt ólögmætt, og þess vegna kemur kannski að því sem að skiptir máli að þegar að Jón Óttar og Guðmundur heitinn höfðu réttarstöðu sakbornings þarna kringum 2012-13 í fyrra málinu, að þegar ríkissaksóknari áttaði sig á því að það væri ekkert nema skítur á floti inn í embætti sérstaks saksóknara þegar kæmi að meðferð sakamála, að þá var ekkert gert í þessu máli frekar. En núna árið 2025 og 2026 þá enn komin einhver rannsókn á Jóni Óttari út af gagnaleka frá embætti sérstaks saksóknara sem að hann stóði ekki að frekar en bara aðrir sem að störfuði hjá því embætti, vegna þess að þaðan lag allt út sem gat leikið út. Já. Og svona skiptastjórar í þrotabúum virðist eiga greiðan aðgang að skjalageymslum embættisins. Og hann segir frá því hvernig ákveðnir aðilar nefnir þessi nöfn sem eru Hólmsteinn Gauti og Grímur Grímsson og
hvernig þeir voru allir í þessum samskiptum við Grím Sigurðsson skiptastjóra Milestone til dæmis og þessar slitastjórna en Sigríður Friðjónsdóttir eða þess sem skrifar upp skýrslunum og yfirherslunum ákveður að draga það út úr eða þess að láta það hverfa úr skýrslunni. Hvað finnst þér það segja okkur? Ja, sá sem hefur velritað upp skýrslunar eftir hljóðupptöku hefur ekki ákveðið að láta neitt hverfa. Nei. Það einhver sem að stjórna rannsóknir sem að lætur það hverfa sem óþægilegt fyrir samstarfsaðila innan réttarvörslunar. Þannig að það nú. Þannig að það ekki nefn vonað að þú fáir sennilega seint svör frá Sigríði Friðjónsdóttir það hvers vegna skýrslan ekki í samræmi við hljóðupptökuna. Já, ég einmitt búin að senda fyrirspurnir og ítrekkanir núna í 3 gang síðan í byrjun desember. Fyrsta tölvupóstunum fekk ég bara svona hefðbundið svona erindi móttekið, verðum í bandi eða þannig. Svo kom bara engin svör og við ítrekkununum hefur bara ekki komið múkk. Mér finnst það að sérstætt er ekki svona stjórnvaldi eins og ríkissaksóknara skylt að svara erindum fjölmiðla? Jú, ríkisstofnunum og þar á meðal og framkvæmdarvaldsögum almennt skylt að svara erindum og svara þeim innan ekki of langs tíma. Auðvitað geta þau skylt sér einhver leyti bak við þagnarskyldu eða að mál séu til rannsóknar og það varði rannsóknarhagsmuni að upplýsa ykkur þau. En nú liggur það bara fyrir að maðurinn sem að var nú til rannsóknar þegar að þessar skýrslur eru til, hann hefur sagt frá þessu og þess vegna þarf auðvitað ríkissaksóknari að segja og svara því hvers vegna hljóðskýrslur eru ekki, uppritaða skýrslur eru ekki í samræmi við hljóðfælina og hvers vegna eitthvað var fellt út. Þetta þarf þetta ríkissaksóknari að svara. Hann getur ekkert komist undan því. Já. Ég vil taka það fram. Ég búin að lesa þessar skýrslur alveg. Þetta það eina sem að þetta bara sett upp þannig í skýrslunni. Það kemur tími mínúta 40, sekúnda 50 til mínúta 46. Það Guðmundur Haukur fór yfir samskipti starfsmanna embætti sérstætt saksóknara og starfsmanna slitastjórnar Glitnis og passaði að vera ekkert nákvæmari en það og sömulegis í skýrslunni Jóns Óttars þá svona kafli líka það sem tilgreindur tími frá þessari mínútu þar sem Jón Óttar lýsir samskiptum starfsmanna embætti sérstætt saksóknara og starfsmanna slitastjórnar Glitnis en ekkert farið nánar í hver þau eru. Ja, það náttúrulega ef þetta búa til að gera endurrit af skýrslu sem tekin hjá lögreglu þá náttúrulega allt sem að kemur fram og þeir sem lesa mikið af lögregluskýrslum sjá það að það kemur allt fram annars bara þegar menn segja A eða O eða eitthvað þannig að það einhver sleppt þannig bara verið að sleppa mikilvægum atriðum og það ríkissaksóknari að svara því hvers vegna í ósköpunum hann að því. Akkurat. En ekki komin fram nægilega mörg mál sem að svona kalla á það að þetta tímabil sem var náttúrulega gríðalega fyrirferða mikið í allri umræðu og hjá ríkissjóði bara þessi rekstur sérstaks saksóknara og hvernig hann starfaði að það sé rannsakað. Jú, ég held að og tek alveg undir það með Steinþóri Gunnarsinni og Þorvaldi Lúðvík og fleirum sem hafa tjáð sig að það sé alveg fullt tilefni til þess að Alþingi láti skoða þetta vegna þess að það jú Alþingi sem að samþykkir lögum sérstakan saksóknara. Það Alþingi sem ákveður fjárveitingar til sérstaks saksóknara og þær voru nú ekki skornar við nögl þann tíma sem að stjórnvöld eins og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur með fjármálaráðherra Steingrími J. Sigfússon voru við völd til þess að ná því sem að þessir aðilar taldu alveg örugglega óæskilega menn í íslensku viðskiptalífi sem höfðu aðrar pólitískar skoðanir en þeir. Þetta sannaðist nú glögglega bara í aðförinni að Sigurjóni Árnasyni og lífeyrisréttindum hans sem var stýrt úr fjármálaráðuneytinu. Þú þekkir þessi mál það vel að ég gerir ráð fyrir að þú lítir svo á að þetta tímabil í sögu þjóðarinnar hafi verið eitt af þessum tímabilum þar sem að
hvað ég segja, við fáum einhverja ríka tilfinningu, svona þjóðarsálin og við teljum að það sé allt rétt sem gert og það voru allir sko, sérstakur saksóknari og Eva Sjóli og svona nutu svona mikilla hilli og stuðnings íslensku þjóðarinnar. Það voru, en þú veist, en þetta lyktar af því að þar hafi kappið verið það mikið að leikreglur réttaríkisins fara út buskan og það eru bara fjölmargir sem að liggja illa særðir í valnum. Já, það eru bara fjöldi mann sem að hefur ekki náð sér eftir þessa atlugu sem að ríkisvaldið, skulum hafa það hugfast að það er ríkisvaldið sem setur, Alþingi sem setur löginu sérstaklega saksóknara. Það er framkvæmdavaldið sem að ákveður hvaða fé þarf til þess að embæði fái og Alþingi samþykkir það svo í fjárlögum. Þessir aðilar, Alþingi Íslendinga og framkvæmdavaldið var í raun með allt niður sig áður en að koma að hrunni. Hér var bara tómt stjórnleysi og kannski eins og var bara víðan heim. Það var til skítnóa peningum og allir gátu gert allt sem þeir vildu. Svo bara brotnar þessi glansmynd og hrynur og þá náttúrulega engin vandi að segja, heyrðu, það eru bara nokkrir bankamenn á Íslandi og nokkrir viðskiptajöðar á Íslandi sem bera bara ábyrgð á því að nú ert þú að missa húsið þitt og nú er skuldirna þína tvöfaldast og þú ert orðin atvinnulaus og við bara bendum alltaf á óreiðumennina. Og það náttúrulega er búin til verður til svona múksefjun og allir bara einhvern veginn fara að líta á einhverja svona 100 einstaklinga sem að óvinni samfélagsins sem að menn verða að ná sér niður á og réttaríkið virkaði nú ekki betur en svo að margir þessar manna fengu dóma en síðan hefur eftir að það fór nú að lægja og það eru umskipti í kerfinu á mörgum stöðum að þá hefur það komið í ljós að megin hluta því sem var farið á stað með eftir hrun reyndist byggt á sandi og menn hafa í löngum bunum verið sýknaðir stundum í annari og jafnvel í þriðju umferð málarekstus út af þessu. Þetta er nú arfleið embætti sérstaks saksóknara og þeirra sem stóðu dyggilegast að baki því sem var enganlega Steingrímur J. Sigfússon í stjórnartíð Jóhönnu Sigurðardóttur. Og þetta er ekki smá mál sko fyrir þá sem að verða fyrir að Nei. Það er bara þetta drúgur hluti ævinar sem fer í þetta. Já, ég meina Sigurjón Árnason sagði það við mig, hann varð bankastjóri Landsbankans í apríl árið 2003, hann misti það starf í október 2008, þar að segja hann var rétt 5 ára síðar. Hann var lengur sakborningur í málum tengdum hruninu heldur hann hafði verið bankastjóri. Já, og miklu lengur. Þannig að, og svo er það marga sem að máttu þola þær aðgerðir sem að íslensk stjórnvöld lögðu í eftir hrun. Þannig að þetta er magnaði einhvern veginn að eins og ég segi, við ef við talaðum svona þjóðarsál eða bara að því að nú hefur þetta gerst tvisasinnum bara á hvað ég segja, þeim stutta tíma sem að ég hef verið svona með vit á mínum fullorðins árum. Það er að segja að við teljum okkur vera með 8 vitan alveg réttstiltan og við erum að gera gott og við erum að gera hið rétta og svona, en eftir smá skoðun, þá er ég að tala eftir bankarhundsmálin og svo núna MeToo tímabilið sem er skemmra síðan. Það er svona svipað sko. Við erum með svona síðferðis 8 vita alveg rosalega þéttstiltan á það sem að vont er og við erum að uppræta ógeðið og eitthvað svona. En svo þegar þetta er skoðað eins betur, þá erum við að fara algjörlega fram úr okkur og erum tilbúin til að kasta fyrir róða þessum klassísku reglum réttaríkisins sem var góð og gild ástæða fyrir hvers vegna við tókum það upp fyrir lifandis löngu. Þetta ég að segja, það er alltaf svo skammt á milli að við missum algjörlega bara stjórnina.
Já, við Íslendingar eru mjög öfgakenndir í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur og ef að þeim finnst að það hafi verið brotið á rétti þeirra að þá eru þeir tilbúnir að leggjast í mikinn víking gegn þeim sem að það eiga hafa gert og svo þeir hafi ekki gert neitt á hlut eins þeir sem að verða fyrir barðinu. Menn líta, og það er kannski ekki bara hér á landi heldur, sko, er líka búin til ákveðin jarðvegur. Það er að segja að það er allt leyfilegt vegna þess að varð hrun. Það átt að vera leyfilegt að víkja frá sönnunarreglum sakamálaréttarfars vegna þess að einhver hafði farið yfir mörk gagnvart einhverjum öðrum persónulega. Nú það var líka talið alveg nauðsynlegt að þegar COVID var að hér skert frelsi einstaklinga vegna þess að var alveg stöðugur óróður í gangi það að þetta væri sóttin sem myndi drepa alla. Þú sérð alveg hvað er að gerast líka í dag. Það er ekki friðvænlegt í heiminum og þau lítur á leiðtoga Bandaríkjanna, leiðtoga Rússlands, leiðtoga Norður Kóreu og leiðtoga Kína og þennan afsetta leiðtoga sem var í Venezuela. Þetta er ekki kannski allt menn friðarins, þetta eru menn sem eru eru svona að misnota vald sitt á mismunandi vegu. Og nú er komin sá grunnur á Íslandi til dæmis að Ísland sem hefur notið herverndar Bandaríkjanna frá 1949-50 það er að viðra sig upp við þjóðir Evrópu varnir en það er þjóðir eins og Þýskaland, Frakkland, Holland, Danir, Svíar, Finnar. Þeir eru ekkert aflögu færi til þess að verja Ísland ef að eitthvað gerist. Það var bara fullt með sitt. Já, og nú er verið að segja, sko, við verðum að eiginlega nálgast Evrópusambandið, þess að Evrópusambandið mun leið okkur og vernd okkur ef að til ófriðar eða átaka kemur en ekki í Bandaríkin, en sko bara Evrópa getur ekki verndað neitt fyrir utan meginlands Evrópu, sko. Það er bara ekki fræðilegu möguleiki. Þetta eru hugmyndir sem einmitt byggðar á einhver svona ofurtrúum, sko, siðferðilegt, að siðferði okkar eigi að vera eitthvað aðra heldur en sko, Donald Trump sem er núna í siktinu í höfðum, sko. Já, ég meina, hann er auðvitað á margan hátt gallagripur. Já, það er engin fullkominn. Það er engin fullkominn og og hann er egocentrískur og hégómagjarn og allt það, eins og er nú oft þjóðarleiðtoga, þeir eru hégómagjarnir og en hann hefur þó allavega komið hit til leiðar að það hefur dregið úr mannfalli í Palestínu. Hann hefur eins og frægt er reynt að stilla til friðar milli Tælands og Kambódíu í Pakistan og hann er líka að hóta klerkastjórnin í Íran og hann náði illa þokkaðan þjóðarleiðtoga í Venezuela. Hann er að leggja mikla áherslu á að binda endi á stríð Rússlands og Úkraínu líka. Já, en sko aðferðir hans eru kannski ekki alveg hefðbundar og fari ekki alveg til diplomatískun leiðum og þess vegna er hann illa þokkaður af þeim sem að hafa ávallt kosið að reyna að tala sig að lausnum á löngum tíma en bara heimurinn er kannski ekki þannig í dag að menn geti eitt miklum tími að tala heldur þarf að framkvæma. Einmitt. En langar svona að því að þú hefur nú sjálfur komið að fjölmiðlareksti, þú varst forstjóri stórs fjölmiðlafyrirtækis. Já, tíma, já. Tíma. Og það var kannski stuttur tími svona í sögulegu samhengi, en það var nú samt, ég get nú alveg satt, þegar ég sjálfur starfaði nú, þetta voru 23 ár sem ég starfaði á Exxonu 977 sem var í eigu fjölmarkara aðila á þeim tíma. Hvort ég geti talið þetta allt upp, það var allavega fínn miðill og Saga Communications fyrst,
Íslenska útvarpsfélagi kaupir þetta svo var það Norðurljós og það 365 og Dagsbrún og Sýn og þannig að ég farið í gegnum sko ótal mörg eigandaskipti, marga forstjóra og þeir hafa verið reknir og ránir alveg vilið vekk og allt þetta en það var mjög eftirminnilegt þegar þú varst þarna og þegar þú varst látin fara, það eina skiptið sem að tók starfsmannafélagið sér saman. Starfsmenn voru mjög bara mótfallnir þessu og voru sárir og þá fór allt starfsmannafélagið í rútu heim til þín þar sem þegar þér hafði verið sagt upp og mættu á hlaðið til þess að bara votta virðingu og kveðja kallinn. Þetta er aldrei gerst sem ég muni í minni tíð. Þannig að ég vildi bara segja þetta sko, af því að það var og líka annað af því að einnig þessari yfirtöku þá var Exi 977 þegar það var keypt af Íslenska útvarpsfélaginu þá var það svo satt getið af sko fínn miðill átti X 977 en Íslenska útvarpsfélagi átti Radio X eða Radio 103,7 og það var ákveðið þá að þetta er svona gleypt og nafnið stöðin er Radio X 977 og við vorum alltaf mjög ósáttu við þetta X 977 væri brand sem væri búið að vera miklu lengur og þetta væri fáránlegt og við komum með þetta til þín í og Máni og lýstum þessu fyrir þér hvernig okkur þætti þetta vera rangt og þú sagði bara strax, ég hörðu þá bara breyta þessu þetta er bara X 977 þannig að maður segja að þú hefði bjargað X-inu á þeim tíma margt gott sem að mann eftir þessari tíð en svo að það sé nú sagt en svo vil ég bara spyrja þig svona með rekstur þessara fjölmiðla sem er náttúrulega einhvers konar dauðategjum að því að virðist það er bara fréttastofa Stöð 2 er nú hægt að senda út fréttir helgar sínar eins og það heitir fjölmiðlar bara eiga í vök að verjast það er reynda nú að mæta því með mjög skrýtnu styrkjakerfi hver er svona þín bara skoðun á þessu öllu, allir þessari stöðu? Já, mér finnst dapurt að horfa upp á hvernig komið fyrir sko frjálsum ljósvakamiðlum og reynda bara fjölmiðlum almennt á Íslandi. Það er núna að verða sko 40 ár í ár frá því að Bylgjan og Íslenska útvarpsfélagið fóru í loftið og breyttu ljósvakamiðlun á Íslandi þannig að Ríkisútvarpið sem að alltaf hefur verið til óþurftar á þessu markaði er að segja það hefur haft öruggar tekjur og það hefur getað keypt á auglýsingamarkaði og það hefur getað verið með allskyns bólabröð gagnvart þessum einkarekna miðlum. Þannig að mín hugmynd hefur alltaf verið svo að við þurfum ekkert ríkisútvarp, ekkert frekar en við þurfum ríkisskip eða ríkisengasölu á sjónvörpum eða öðru slíku. Ríkisútvarp er bara tímaskekkja og ef að menn vilja láta taka upp symfóníu tónleika á vegum ríkisins og varveita og þá er það bara allt í lagi og líka einhverja aðra atburði sko. En hitt er svo aftur annar mál að einkafyrirtæki hafa getað þetta og hafa gert þetta í gegnum tíðin og geta staðið vörðum menningu lands og þjóða sko. Þannig að svo náttúrulega gerist það að fjölmiðlun á heimsvísu hún gjör breytist og einhvern veginn að því við erum á svo litlu markaðsvæði að þá náum við ekki einhvern veginn að fylgja þessum straumum. Við fáum hér Netflix, við fáum Viaplay og Disney og allt þetta sem að voru þetta sko svona efni sem kom frá þessum stóru amerísku stúdíu og var þetta sko það sem var skiptið máli fyrir frjálst sjónvarp. Já, og Stöð 2 var að selja slíkt efni og svona þetta farið en það sem hefur þó allavega gerst að útvarpið og sem er náttúrulega kannski skemmtilegast í miðlinn af öllum miðlum verðan þess að hann er svo lifandi að hann hefur getað lagað sér betur að þessu og maður sér það á ljósvakanum bæði hér heima og erlendis að svona fyrirtæki eins og þitt þau líka koma eða verða til innan þessara gömlu establiseruðu fjölmiðla og mér finnst svona ástandi núna
vera kannski svolítið eins og var hérna í kringu 1995 og 1996 þegar internetið fór að láta til sín taka og það voru stofnuð alveg rosalega mörg fyrirtæki internetþjónustu sem að við á Íslensku útvarpsfélaginu fórum og keyptum öll og bjuggum til eitt sem heit Íslandía. Já, alveg rétt. Og vegna þess að það eru auðvitað alltaf erfitt að standa í einkarekstri. Það þarf að hafa tekur til þess að geta staðið undir gjöldum og yfirleitt það svo að eftir því sem er stærri þeim er betri þetta. Þannig að ég veit ekki hvort að það verður svo að útvarpsstöðvarnar sem að eru allavega þessar frjálsu útvarpsstöðvar sem er með fréttir sem hann eiginlega bara bylgjan í dag. Já. En hana vantar auðvitað kannski að efla það sem að svona starfsemi eins og þú ert að gera, það er að segja það sem að eru tekin sko lengri viðtöl við menn og kafað dýpra ofan í málefni. Nú ef að það gerist ekki á þessum stöðum þá kannski bara lifa svona podcast fyrirtæki bara fínu lífi verna þess að það er ekki drosa mikið kostnaður að reka útvarp per se. Nei, þetta er að breytast mjög mikið en hvað finnst þér sko, þú ert alveg búin að lýsa því að þú ert þeirra skoðanar að ríkisútvarpið eigi ekki að vera starfrækt með þessum hætti. Já. En þessir styrkir sem koma til einkarekinna fjölmiðla? Mér er bara dapurt að það sé svo komið fyrir eiginlega allri útvarps- eða fjölmiðlastarfsemi á Íslandi að það sé ekki hægt að koma út neinu efni án þess að ríkið niðurgreiði það með einhverjum hætti. Já. Og það kannski segir manni það að kannski er bara skattheimtan, gjöldin og eftirlitið orðið svo dýrt með allri starfsemi að það er bara ekki hægt að standa í henni og þannig er þetta réttlætt að það að ríkið láti eitthvað að hendi til þessara aðila aftur en ég held að þessi hvað sem er útvarp eða sjónvarp eða hvaða starfsemi það er hún er að öllu jafna betur komin í höndum einstaklinga heldur en starfsmanna ríkisins. En er ekki alveg ljóst að þessi fjárútlát ríkisins í vasa sem styrkir til einkarekinna fjölmiðla er náttúrulega bara svona réttlæting á þessu RÚV batteríi sko, til þess að koma á til móts ef það væri þetta ekki þá þyrfti ekki þessa styrki til einkarekinna fjölmiðla. Nei, og þegar það er nú svona þetta er mjög skrítið ástand vegna þess að þeirra sko eitthvað félag einhverja auglýsingagerða manna fór að amast út í það að ríkisútvarpið færi að auglýsingamarkaði. Hvað ætli þetta fólk myndi segja ef að ríkið myndi stofna bara auglýsingastofu og svo auglýsingastofa hefði sko einhvern engarétt og fengi bara fé úr ríkissjóði og gæti líka verið að selja sko að leita eftir viðskiptum við engaðila. Þannig að sko umræðan verður allt svo skrítin. Ég meina sko vandamál íslenska fjölmiðla er það að þeir eru að keppa við ríkisrekið batteri sem að fær bróðurpart tekna sinna bara úr ríkissjóði eftir að búa að leggja sko skatta. Þú ert örgulega með enga hlutafélag þessa starfsemi eða einhvers konar félag, það borgar ríkinu, þú borgar ríkinu, konaðin borgar ríkinu, öll fjölskyldaðin sem er orðin 18 að borga ríkinu og eftir því sem átt fleiri félög, það var satt meitt hús í Reykjavík að það var svo mikið af skráðum enga hlutafélögum þar að það var talað um útvarpshúsið vegna þess að það laði svo mikið af mörkum til ríkisútvarpsins. Svona fyrirkomulag getur ekki verið af henni góða og alls ekki þegar þú leyfir líka þessum ríkisrekna miðli að vera í fullri samkeppni þó hafi aðeins dregið úr henni að vera í samkeppni kaup eða birtingu auglýsinga sem hefur alltaf leiðir alltaf til þess að þegar að ríkisútvarpið kemst yfir einhvern atburð sem að skiptir máli og er mikið áhorfa þá þurrkar það upp auglýsingamarkaðin.
Já, það einmitt málið sko, það ótrúlegt að að það sé ekki bara allir geti ekki verið sammála það, hvort sem þeir eru svona sko brennandi heitir RÚV unnendur stuðningsmenn eða bullandi frjálshyggjumenn til hægri eða allan að sammála það að sko ef við ætlum að hafa RÚV upp í efsta leiti í fjölmiðlarekstri þá verður að gera annarkvort að það að taka það annarkvort af auglýsingamarkaði eða taka það af fjárlögum. Þetta er algjörlega siðlaust að þetta hvorugt ekki að fari saman og bara hvort sem hvort sem þið viljið taka af auglýsingamarkaði eða taka af fjárlögum, mér sama en þetta getur ekki gengið með þessum hætti. En það er þetta þannig að ef þú horfir á danska sjónvarpið, norska sjónvarpið og sænska sjónvarpið, það er þessar ríkistöðvarnar sem hægt að ná hérna á fjölvarpinu eða í gegnum eitthvað þessi kerfi, að þá ekki nærri auglýsingar þar og ef við horfir á heimsmeistaramót í knattspyrnu sem sýndir á þessum stöðum að þá það ekki yfirfullt af auglýsingum. Nei, af því að þeir vita það að það er siðlaust að vera með og bara mega það ekki sko. Þetta er áhugavert allt saman en það búið að vera gaman að spjalla við þig, Sí. Ég bara þakka þér kærlega fyrir komuna. Ég vænti þess að við sjáum sko svona þetta vélfagsmál, mér finnst einhvern veginn það að vera bullandi óréttur sem að þeir eru beittir á Akureyri og vona ég sé ekki búin að sjá það síðasta frá því máli og ég vona að þú fáir þína reikninga affrista á næstu dögum en aftur þakka ég kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Gangið vel með allt sem þú ert að gera. Takk.